gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur á línuna. Það ungur sósíalisti fyrir austan. Það Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur sem skipar þriðja sætið á lista sósíalista í norðausturkjördæmi. Heyrir í mér? Já, ég heyri ennþá í þér. Já, takk fyrir að koma í smá spjall, svona rétt fyrir kosningar. Ég vona að verði ekki verði ekki frestað fyrir austan kosningunum. En hvernig þú svona hvernig þér búin að líða í þessari kosningabaráttu? Þetta ekki fyrsta skipti sem þú stendur í kosningabaráttu? Jú, þetta það og þetta svolítið svona einsdæmi, þannig ég ekki að líka þessu við mikið og ég hef verið í flokknum svona síðan 2019 eða þá svona samkvæmt heimabókar mínum ef ég verið að greiða inn í hann síðan 2019 en ég hef ekki verið stór hluti af ég var svo sannlega ekki verið í framboði og bjóst ekki við því. Ég var bara, þá hringdi mig og ég beðið að vera á lista og svo var það bara númer 3, þannig að ég tók bara þá ábyrgð þó að ég hafi ekki, ég var bara að reyna að vera eitthvað hjálpleg en kannski það því ég hafi verið svona lengi í flokknum eða eitthvað þannig. En mér finnst það bara að vera mjög mikil skóli og þá kannski mitt sem svona eitthvað sem ný í þessu og þá þetta bara mæli ég með þessu ef það annað ungt fólk sem hefur áhuga á pólitík bara til að fara í svona svolítið hraðnám í bara alls konar hlutum bara þá finnst það vera mjög gefandi og líka frábært bara að kynna betur félagunum mínum í flokknum og svoleiðis. Já, þú skrifaði nú hérna grein í blöðunum daginn frið og svona eiginlega hvatningu til fólks og flokka að taka afdráttarlausa afstöðu með Palestínu og fordæma þjóðarmorð. Friðar umræðan búin að vera svona þitt aðal kosningamál eða hvaða kosninga svona slægi hefur þú tekið? Já, eða þegar ég var svona spurð út í þetta svona þegar voru að spyrja út í hvort ég myndi skrifa grein sem að ég gerði bara því ég svona bara, já, ok, ég skal gera það. Þá held ég að svona friðamál og að vera svona heimsvelda sinni eða anti-imperialist eins og heitir á ensku, ég að læra svona íslenskuna yfir öll þessu hugtök, hafi verið mjög mikið það sem dró mig til vinstri og hafi verið mjög mikið skóli fyrir mig og bara þegar ég að mynda mínar bara pólitísku skoðanir þegar ég var yngri og hefur svona þá þetta ákvæðið svona eins og ég segi í greininni þá þetta ákvæðið svona grunnprinsip það að vera friðarsinnar og tala á móti stríði og fjöldamorði, þjóðmorði að þá þetta eitthvað sem að mér líður eins og oft segja í umræðinni að þú veist að allt óraunhæft og allt óraunhæft og allt einhvern veginn of flókið fyrir almenning að skilja en ég skrifaði þetta þessa grein af því að þetta svona eitthvað sem ég held að tali til okkar flestra og ég get svo sannlega ímyndað mér yngri útgáfa mér sem var kannski ekki það mikið inn í pólitík en þetta eitthvað sem ég alltaf verið sama og mér líður eins og öllum sé sama ef þú spyrir fólk að það á móti þjóðmorði, það á móti nýlendistefni, það á móti stríðsrekstri og viðvarandi stríði og skilur að þetta ekki grundvöllur fyrir betri framtíð eða já. Finnst þér fólk vera sammála? Ég kannski segja líka náttúrulega, fyrir ekki. Finnst þér fólk vera sammála þetta svona prinsip þarna fyrir austan svona? Það var það sem ég ætlaði í næst. Ég held að þetta sé frekar einmitt svona bara, já, að fólk hér og allstaðar bara þetta land og heiminn að ef þú spyrð það þá það á móti stríði og þjóðmorði. Ég ætlaði mitt áðan, ég ætlaði eitthvað að halda áfram að náttúrulega sem manneskja fyrir austan þá eru alls konar hlutir eins og samgöngur og bara hlutir í stefnu flokksins sem að ég 100% sammála og ég líka vinn með því að vera listahöfundur þá ég líka að vinna á sjúkrahúsinu og Neskaupstað þannig að ég mjög sammála því að það fjársvelt og svoleiðis en mér finnst Þorsteinn koma rosa sterkur inn á hlutin eins og samgönguna og hann náttúrulega alveg frábær með bara sína málaflokka og
veit svo mikið, þannig að ég held að með þessa, já, nú er ég kannski búin að missa þráðin, en þegar ég kem hérna frá, ég flutti frekar nýlega á Stöðvarfjörð frá Eskifirði þar sem ég bjó fyrir það, og það sem ég sá strax kom auga á var Palestínufáninn í hérna gluggunum. Ég held að þó þetta sé kannski ekki til umræðu, að mér líður kannski eins og í miðlum þá sé fólki raðað upp eins og einhvern veginn venjulegt fólk, eða bara sé alveg sama, eða hugsi ekki þetta, eða þori ekki að taka afstöðu. En ég held að þetta sé eitthvað sem að fólk er að hugsa og ég hef verið mjög það gengið vel hjá mér að gefa sést ekki alveg Palestínunælurnar okkar, að ég hef gefið mest af þeim þegar ég hef verið úti að reyna að tala við fólk og viðbörum þannig að Nú sagðu þeir á flokksfélagar þínar eða á sama lista á Akureyri, Ari og Elvar, þeir voru að tala um að þeim þætti eiginlega bara í umræðinu núna þegar þeir voru að tala við fólk fyrir kosningarnar, þá finnst fólki eiginlega bara sósíalismi mitt vera frekar eðlilegur þegar út í umræðuna væri komið, sko, þegar fólk væri búið að komast yfir það eitthvað pæli í orðinu sósíalismi og svona, þá væri þetta bara einhvern veginn svona þættu fólki að bara svona skynsamlegasti kosturinn eiginlega. Verður þú vörfið svona frekar eins og jákvæðni meðbyr með sósíalisma, sko, í umræðu þinni núna? Já, ég myndi segja það. Ég held að það að vera á vinstrinu og þá kannski líka því kemur myndlistinu, þá getur maður svolítið ekki einangra sig, en maður getur fengið einhvern veginn ranga ímynda því að bara einhvern veginn fólk eins og ég í listinni hafi þessa pólitík, eða að maður, ef eitthvað þá þarf maður að ímynda sér að fólk sé ekki eins mikið á blað sem maður og maður heldur að það verði meira mótlæti eða það, en ég held að fólk taki vel í þetta og ég held að fólk líka bara tilbúið að hlusta og líka bara tilbúið fyrir breytingar og það bregst vel við að heyra í okkur bara, eða í minni reynslu með félögum mínum, þá finnst mér það bara að fólk að umræðan kannski í svona meginströmmnum að fær maður svona flatari ímynd af fólki og hvað það er tilbúið að heyra. En er ekki svona byggðastefnan einmitt hjá sósíalistum og þú veist þetta svona bara að koma sterkt fram með þetta með kvótan, að afnema hann og raunverulega byggja upp svona miklu markvissari byggðastefnu á forsendum almennings og ekki láta bara einhvern veginn stór fyrirtækin sölsa allt undir sig og varslindir og náttúruauðlindir og bara mannauðin og allt svo leið, sko. Er þetta ekki eitthvað sem að fær hljómgrein á Austfjörðum eftir ýmsar hremmingar sem Austfjörðingar hafa lent í eða hvað? Já, ég myndi bara sammála því. Ég heldur mitt að ég var að ræða þetta bara daginn að vísu við aðkomufólk sem það hafi verið í 20 ár, þá aðkomufólk og líka, samt stöðfyrringar líka, en að ræða þú veist, eins og til dæmis bara fiskeldi sem ég held að fara ekki vel í stöðfyrringa, það er ekki fiskeldi hér og þau eru, held ég, bara bæjarbúar ekki fyrir þetta, og þá er það að þessum lýðræðslegu forsendum og fólk veit að þú veist að fólk skilur á hverju svona, þú veist, að það er ekki rétt að þetta sé að fara bara til einhverja einkaaðila, þetta er að fara til erlenda einkaaðila, að þetta er ekki að skila neinu til okkar, skilur það, já, eða ef ég svaraði spurningunni, en þá held ég að það sé mjög satt að fólk finnur það vel bara svona innra með sér að þessar auðlindir eru okkur og ætti að vera að skila einhverju til okkar og til framtíðanar líka, ekki bara peningur í minn vasa, heldur svona, þú veist, allan að, ég finn fyrir því allan að mitt, víst þú sagðir þessi stórfyrirtæki og þessi einkaaðilar að ég held að fólk sé ekki, já, fólk er bara mjög skeptískt á þannig sá stefnu bara. En finnst þér svona núna eftir þess að nú er bara kosningabaráttunum bráðum að ljúka og finnst þér hafa verið svona nógu mikill gaumur gefin, sko, landsbyggðinni og til og með þínu svæði, og finnst þér hafa verið nóg svona kallað á þig til að taka þátt í samræðum og svona, eða kom þér óvart hvað var kannski bara
einhæf umræðan eða hvernig það búið að koma þið fyrir sjónir svona? Ég held að innan flokksins að þá erum við búin að vera miklu meiri sókn á landsbyggðinni og allavega hér fyrir austana því að það er það sem ég er, þannig að það er það sem ég er að upplifa svona dagi til dags er að við erum að reyna að skipuleggja fundi, við erum að reyna að fara í byggðirnar, við erum að reyna að koma eins mörgum stöðum og við getum að því að við erum meðvituð fyrir því ekki bara því við búum á landsbyggðinni heldur líka sem fólk í flokknum að þetta er búið að vera mjög borgarmiðað og það er einmitt búið mitt eins og að tala um hvað þetta er ótrúlega mikið skóli fyrir mig sem er að koma í þetta alveg ný og kannski einmitt ekki og er bara svona, já, var bara tilbúin að gera þetta víst ég var beðin það, að þá er landsbyggðin svolítið svona verður eftir og ég held að kjósendur hjá landsbyggðinni vilja bara ná einhverjum inn til að tala fyrir sig, að stundum þá getið það farið milli flokka og svoleiðis að því að þau vilja eitthvað sem er einmitt líka að tala fyrir þetta bara fyrir það sem er nærðum í nærumhverfinu þeirra og þess vegna held ég einmitt að vera alltaf að minnast á Þorstein en að hann er einmitt mjög sterkur á að minnast á samgöngu vandamálin hér og ég er mjög upplifað það hér mjög mikið að það hefur áhrif á mitt daglega líf og það þarf að bæta, þetta er ekki bara göngin og brýrnar eins og Þorsteinn minnist á heldur. Bara það er ýmislegt sem að væri hægt að bæta á landsbyggðinni og engin ástæða til að það sé ekki gert af því að ég held að þetta hangir allt saman sem að ég kannski já það sem ég myndi segja líka með þessa friðarsinna dæmi að það sé svona mitt megin mál, ég held að megin mál mín séu náttúrulega bara þau sömu og þau mál sem að snerta mig mest sem manneskja sem býr á þessu svæði, þá eru það, það eru samgöngur og það er manneskja sem vinnur á heilbrigðisstofnun og svo framvegis. En ég skrifaði hérna friðarsinnagreinina af því að mér datt í hug það gæti verið eitthvað sem ég kem inn á því að mér finnst bara hann Ari og líka Þorsteinn vera svo rosa sterkir á að tala inn á mál sem eru alveg sérstök sveitafélaginu en ég vildi samt tala til hérna friðarsinna á Austurlandi líka og að því að ég lít svo á að þetta sé allt, þetta tengist allt, þetta samgöngur, atvinnan, vistkerfið, stríðsrekstur að ég er svo, að það er, en það er ekki hægt að taka þau öll í einu alltaf. En þetta er nú góður punktur einmitt, bæði að það þarf náttúrulega einmitt bæði að tala til, að tala þessi svona sérstöku staðbundnu málefni en líka ekki gleyma því að hvert svæði er í tengslu við landið og við umheiminn, þannig að það er auðvitað, þeir eru þá mjög gott teymi, enda samkvæmt könnunum þá voru þið sko mun stærri en sjálfstæðisflokkurinn í þarna könnunum daginn. Þannig að ef að fer sem horfir þá gætu þið nú bara tromma inn á þín kannski? Já, það er fólk í fjölskyldunni minni búin að vera pota í mig að það gæti gerst, en ég er það svo sannlega mjög ánægð mitt ef við náum Þorsteini inn að við erum svona sem svona nýr flokkur og lítill flokkur þá held ég að við séum með svona við erum með háar væntingar en það væri náttúrulega algjört brjálæði að vera komin inn á þing sko, ég bjóst ekki við því, ég bjóst ekki við neinu þessu, ég er bara svona reyna að hjálpa til og leita til þeirra sem hafa verið virkari og sérstaklega þeir sem eru eldri og reyndar yngri, hann er yngri en ég en já, þetta er bara ég hef rosa mikla trú á þeim sko og ég hef rosa mikla trú á Þorsteini sem svona okkar oddvita að ég held að fólk hér bara sjáu og treysti á hann af því að hann er bara ég held nú bara fólk treysti líka bara ykkur sko alveg líka þér og þeir eru glæsilegi fulltrúar ég að þetta nú gegnum Skype þá kannski höfum við ekki lengra í bili en ef þú þarf nú að fara að koma ofta til borgarinn þá er eins gott að samgöngurnar verið góðar og þá kannski lítur við hjá okkur hérna á samstöðinni í spjall annars er líka ágætt að notast við síma línurnar en ég bara óska ykkur góðs gengis á loka spretturum því allir væntanlega vera bara tala máli sósíalismans alveg fram á bara loka augnablik, er það ekki? Jú, algjörlega og ég myndi bara íta á alla bara áhorfendur og hlustendur
af yngra fólki að taka þátt í flokksstarfsminni af því að ég held að þetta sé rosa góður skóli og ef eitthvað þá hefur þetta bara sýnt mér að ég vilji taka ennþá meiri þátt í áframhaldinu af því að það er bara hver manneskja hefur upp á svo mikið að bjóða þegar okkur er gefið tækifæri til að taka þátt að þá held ég að fólk bara það rís upp og það tekur ábyrgðina og okkur svo sannarlega bara við viljum hafa ykkur og allir hafa bara ólíka hluti til að gefa þannig að Takk fyrir. Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur og í þriðja sæti á lista sósíalista í norðaustur kjördæmi. Kæra þakkir og gangi ykkur vel á lokaspretti og verð þá ekki lokasprettur heldur bara byrjun að stóru ævintýri vonandi á Íslandi. Takk og heyrumst seinna. Já, ég er búin að þessum leiðis. Takk fyrir. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir. Ég ólst upp við fátækt og óréttlæti samfélagsins. Ég vil fara á Alþingi til að vinna gegn óréttlætinu svo ekkert barn þurfi nokkuð tíman að alast upp við skort. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkinn, XJ.